Veðurkort er kort af einhver ákveðnu landsvæði þar sem veðurfræðingur hefur teiknað inn á, stundum reyndar tölva, hvaða veður sé líklegast að verði á morgun eða hinn eða í næstu viku eða hvenær svo sem veðurspáin sem er á veðurkortinu er tímasett. Ef við teiknum stór fallega mynd hérna á Íslandi, að þá er stundum sýnt svona kort og þá er sýnt hvort það sé sól eða jafnvel ský fyrir sólinni, hvort það sé úrkoma, hvort úrkoman sé rigning eða snjór, í hvaða átt vindurinn blæs og þá hve margir metrar á sekúndu eru, hvert líklegt hitastig sé og svo framvegis. Það er fullt af tölulegum gögnum yfir allt landið. En síðan á eftir að koma í ljós hversu áreiðanleg þessi spá er. En veðurspár eru í raun og veru það sem að veðurfræðingar og með hjálp tölvu telja sér líklegast að veðrið verði eins og til dæmis á morgun, en það gengur ekkert alltaf eftir þó að sé nú yfirleitt nokkuð nákvæmt svona stutt fram í tíman. Veðurspá er sem sagt bara svona besta gisk hvernig þetta verður og veðurspáin er gerð og veðurkortið út frá mælingum síðustu daga og mælingum á svæði sem er miklu stærra heldur en Ísland, hvernig veðrakerfin, hæðir og lægðir og annað eiga eftir að hreyfast. En veðurkort sýnir sem sagt hvað er líklegast á útkoman að verði með veðrið á ákveðnu svæði ákveði langt fram í tíman.